Hildur Þóra Magnúsdóttir, frumkvöðull í Skagafirði, fékk þá hugmynd að hægt væri að nýta skjaldkirtil sláturdýra til að þróa náttúrulegt bætaefni fyrir fólk með vanvirkan skjaldkirtil. Þessu hugmynd skilaði henni verðlaunum í hugmyndasamkeppni Ræsingar í Skagafirði sem samstarfsverkefni Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, Sveitafélagsins Skagafjarðar og Kaupfélags Skagfirðinga sem kynnt voru fyrir skemmstu. Og þá sem sagt hugmyndin að taka gamla hugmynd sem var í raun og veru bara mjög þekkt árum áður, alveg frá kannski 1880 til 1980, þá var þetta mjög þekkt leið. Og þá sem sagt nýttur skjaldkirtill úr sláturdýrum til þess að örva skjaldkirtil í mönnum. Og þetta var í raun og veru, þegar þú skoðar rannsóknir, þá var þetta leiðin sem var notuð lengst af. Alveg þangað til að læknavísindin í raun og veru fara að þróa þetta og einangra þetta allt á tilraunastofum, og gera úr þessu svona kapitalisma. Þannig að þetta voru svona bara húsráð eða þekkt í hómeópatíu? Eða bara læknar notuðu þetta. Þetta var bara þeirra ráð við þessum sjúkdómi, en þetta hefur margt breyst í læknavísindunum líka vegna þess að áður fyrir að þá höfðu læknar ekki til þess að byggja sjúkdómsgreiningu nema bara samtala við sjúklinginn og þau einkenni sem að sjúklingurinn var með. Það talað skjaldkirtilsvanvirkni bæði típu 1 og típu 2. Og típa 1 þessi típiska sem hægt þar sem það vantar hormónin í blóðið og auðvelt að mæla þá í blóðprufu að það vanti hormón. En típa 2 í raun og veru ekki þegar það vanti hormón í blóðið, heldur það að fruman og oft einmitt vegna lífstíls, bara svona nútíma lífstíls, hún hefur ekki móttakarana í lagi, þannig að hún þarf svo miklu meira áreiti miklu meira hormón, miklu meira áreiti til þess að nýta það hormón sem hún hefur í blóðinu. Og það þessi típa 2 sem mikið verið að fjalla í dag. Er það þessi dulda? Það þessi dulda, þannig að þú fer til læknis og ég fer til læknis og þeir finna í raun og veru ekki það að það sé vanvirkni hjá mér, en setja mig samt ég greinist svona alveg í lægstu mörkum, en samt innan viðmiðunar. En einkennin öll til staðar og ef ég hefði verið uppi 1800 eða 1950, þá hefði læknirinn bara hlustað á það og pröfa þessa leið. Hildur nýtti því eigin reynslu og þá hófst leitin að lækningunni. Ég sótti námskeið hjá Sigríði Ævarsdóttur sem hómeópati og námskeiði hét allt sem þú þarft að vita, námskeið fyrir konur. Og þar kom hún inn á skjaldkirtilinn og mikilvægi þess að hann starfi rétt. Og það kveikti svona eitthvað ljós hjá mér, bara, já, þetta þetta mjög áhugavert og fór náttúrulega að lesa mig til og skoða og hafði svo búin að vera miklu samstarfi við hana síðan og þetta hefur verið notað til dæmis í hómeópatíu bara enn þann dag í dag og svo eftir þess ég fór að leita og sjá og þá fann ég að það eru nokkur fyrirtæki sem að framleiða þetta, getur fengið þetta erlendis frá og þá það yfirleitt enn úr svínum og ég hugsaði bara, við erum með rosa hreina landbúnað, við erum með lömbin okkar ganga eins og vilt hálft árið kring og eins er ég búin að vera að skoða fólöld, ég held að fólöld séu svona eitt af því svona heilbrigðari skepnum sem við höfum og gaman að segja frá að ég rakst að rannsókn í gær sem var að bera saman eða samanburða á lyfjanotkun í dýrum milli landa og við erum ekki að nota sama magn af lyfjum í okkar framleiðslu á landbúnaði, við erum eins og flest önnur lönd í kringum okkur. Og skiptir þetta miklu máli upp á að hreinleikan í skjaldkirtlinum? Já, hreinleikin, ég held að það sé sérstaðan okkar og það það sem við eigum að vera að byggja á. En þú ákveður bara að gera þessa hugmynd að viðskiptahugmynd, eða hvað? Já, ég var bara búin að ganga með þetta í maganum, að þetta væri bara eitthvað sem við ættum að nýta og vera að skoða, en það var ekki fyrr en að þeir auglýstu Nýsköpunarmiðstöð Íslands og í samstarfi við
Skagafjörð og Kaupfélag Skagfirðinga, svona viðskipta hugmynda samkeppni. Ég hugsa, já, nú tækifæri, nú drífi ég að senda þetta inn. Hugmyndin hefur fengið mjög góðar viðtökur og hefur gengið vel að fá samstarfsaðila að verkefninu. En auk Sláturhús KS kemur æsprotein á Sauðárkróki að vinnslunni og Vilkó að Blönduósi pakkar bætefninu. En á Hildur von á að verða rík af þessu. Við skulum alveg vera rólega, sko. Ekkert endilega hugsaði þannig. Þetta er rosalega útbreitt vandamál og ég bara, með mína sögu og tengingu, ég bara veit hvað þetta skiptir miklu máli þegar maður fer á stúfana að leita sér að upplýsingum og efni að hafa eitthvað úrræði. En hvað þarf til að þora að vera frumkvöðl? Hvað þarf til? Það þarf náttúrulega aðalega bara þor til að framkvæma, held ég. Þú hefur það? Já, ég hef verið alveg að hafa það. Ég er svolítið allt í öllu og læt til mín taka á ýmsum sviðum. Til dæmis að reka 5 tjaldstæði í Skagafirði. Þetta er einu merki, tjöldum í Skagafirði. Og tókum upp á því þegar við flytjumst fyrst ég og maðurinn minn 2011. Og ofsalega gaman. Og við það hefur tekist vel í höndunum okkur að gera það. Tjalda fleiri í Skagafirði nú en 2011? 3 svona fleiri. Og hver er galdurinn? Góð þjónusta, held ég, aðalmálið, markaðssetning. Skiptir miklu máli. En auðvitað þegar maður fær hugmynda þá er stoðkerfi líka til staðar. Ég starfa í dag sem atvinnuráðgjafi hjá Samtökum sveitarfélaga, SSMF, og þar eru bara, og í öllum landshlutum eru ráðgjafar sem starfa við þetta að leiðbeina fólki í raun og veru frá hugmynd og í framkvæmd. Þannig að fólk á bara, það var ekkert endilega að dvelja alltaf lengi við hugmyndina heima og sér heldur að bara koma á viðrana og fá aðstoð, sko.